Skulum fjalla aðeins eiginlega aðra mynd sem mynd sem Þorsteinn J gerði ótrúlega skrítið fyrirbæri sem hann kallaðist Iceland Food Center. Hingað kominn Þorsteinn J. Ég var búinn að kynna hérna áðan viðtal sem átti að vera við Andreu Pappin, írska konu. Ég einhvern veginn bara, vegna þess að tíminn var svolítið skrítinn í þetta, þá bara verður það sýnt í næsta þætti. Það einhvern veginn ég misti kannski stjórn á tímanum þetta. Þorsteinn, þetta svona happening, þessi þáttur. Þetta svona bara. Þetta svona. Þorsteinn, það var sýnd eftir þig núna á Bíóparadís, hún var þetta sýnd á Stöð 2 daginn mynd sem alveg ótrúlega skemmtileg og hún fjallar fyrirbæri sem heitir Iceland Food Center og mér langar bara að byrja á því að sýna brot úr þessari mynd. Endilega. Já. Það ekki hægt að segja annað en að saga Iceland Food Center byrji glæsilega á stjórnarheimilinu við tjörnina. Já, í ráðherrabústaðnum 5. mars 1965, á föstudagur. Ríkissjóður Íslands átti náttúrulega helmings hlutaféð, 50%. Og svo voru það sambandi, 20% og framleiðslur á landbúnaðarins sem náttúrulega nátengt ríkissjóði og önnur 20% þar. Og svo var loftleiðir með 20%. Og svo voru 12 einstaklingar sem áttu hlut í félaginu. Settu pening í þetta og höfðu trú á þessu? Virtist vera. Og það líka eins og þetta þeir hafi vilja tengjast þessu persónulega. Því þetta allt menn sem að eru svo í stjórn og koma mjög að rekstrinum sérstaklega fyrst til að byrja með. Það alveg rosalegt að koma að fá að koma inn í fyrsta skipti í eldhúsið á Naustinu á stað þar sem í raun og veru var vagga íslenskrar matamenningar á miðju síðustu öld. Kínamúrinn. Kínamúrinn heitir þetta, eða hét þetta í lokin. The Chinese Food Center, Reykjavík. Það ekki. Maður fann bara nostalgíu kasta því að horfa inn á Naustið. Já, sjá Naustið þarna. Já, það kom að stundum, fekk maður að fara með foreldrum sem lítið strákur. Ég bara manist í lyktinni sem var það inni og þetta var eitthvað svo framandi og merkilegt. Vagga íslenska matagerðar. Já, á þessum tíma. Það var það. En ég segði mig bara af þessari mynd. Þetta saga sem að ég tel mig nú vera ágætlega vel að mér ýmsa hluti. Ég hafði aldrei heyrt af þessu. Nei, ég hafði ekki heldur heyrt af þessu og við sáum einmitt í brotinu Sólveig Ólafsdóttur sagnfræðing sem að í raun og veru fann þessi gögn fyrir mörgum árum þegar hún var að flokka skjalasafn fjármálaráðuneytisins að þá allt í einu bara þegar hún að taka upp úr körsunum þá kemur allt í einu í ljós Íslenska matvælastöðin HF. Já. Og það liggja þessi gögn og hún flokkar þetta niður og kemur þessu fyrir og síðan svona man ég ekki alveg hvernig það gerist en í kringum þetta blessaða hrun og allt það að við erum eitthvað að tala þetta og þetta tala þessa geggjuna því það hefði enginn heyrt þetta. Íslensku veitingastaðir í London bara í alvöru og hvenær var það og hvað var í matinn og allt þetta. Að þá svona fæ ég áhuga á því að fara að skoða þetta betur og gera mynd þetta. Þannig að þennan rannsókn Sólveigar á þessum gögnum svona grunnurinn að þessu. Hún flokkar þessu gögn, hún sér og aðal viðmælandinn í myndinni. Hún sér svona þessa meginlínur, hvað þarna í gangi. Og þetta við sáum myndina áðan að frá ráðherrabústaðnum í Tjarnargötu. Þetta stofnað bara með í þökk, Ingólfur Jónsson ráðherra þarna landbúnaðarráðherra sem við borðið. Og svo koma fleiri að og Halldór Gröndal búinn að vera í Naustinu og slá í gegn sem veitingamaður og hann fenginn til að stýra þessu fyrirtæki. Þannig að stofnfundurinn í mars 65. Jón Haraldsson arkitekt teiknar staðinn, hann opnaður í desember 65. Og lifir þarna í þessa réttu 18 mánuði og myndin svolítið þetta, hvernig að þessu staðið, hvað það sem gerist á þessum 18 mánuðum og síðan reikna ég út upp á krónu hver í raun og veru ber tapið og það mín uppáhaldssetning úr myndinni, það viðtal við fyrrverandi starfsmann fjármálaráðuneytisins sem segir þegar ég spyr og hver tapar á þessu? Og hann segir þú eða ríkið, þú ræður. Já, já. Þannig að þetta saga myndarinnar, hún svolítið að fjalla þetta frá að til upp. En það voru þarna
sko annars vegar það eru ýmis batteri sem eru þarna með í þessum svo sambandið, framleiðni sjóður landbúnaðar og þessi batteri sem voru þá til og loftleiðir og svo einstaklingar einhverjir. Já. Það voru þessi sem voru í kringum þetta með 500 krónur hver sem var í raun og veru mjög lítið hlutafé. Okay, og það er það sem að kannski líka til grundvallar og því sem að Sólveig hefur svolítið skoðað að það er það í raun og veru að það tekur enginn upp veskið. Nei. Ríkið er þarna allstaðar og eins og Sólveig segir í myndinni að ríkið í raun og veru það tekur á sig ábyrgðir í Hambrósbank til dæmis 20.000 punda yfirdráttur í Hambrósbank áður en opnað. Þegar 2 mánuður í opnun komin yfirdráttur upp á 20.000 pund og sérmerkta leirtauið ekki komið. Og þetta er allstað, ríkið er þarna allstaðar. Og í gegnum alveg söguna hvernig þetta er svo gert upp, þá er ríkið í ábyrgð. Það er mjög forðan. En hver var hugmyndin á bakvið þetta? Hvað átti að Hugmyndin vera var- í matinn þarna? Já, hugmyndin var í sjálfu sér að fylgja eftir því sem hafði önnur lönd höfðu gert, Danish Food Center, Norwegian Food Center og fleiri sem var svona að búa til matvæla stöð. Það sem gerist hins vegar í þessari framkvæmd er að, og það tengir svo rakleitt þessari seinni tíma útrás, er að við förum inn á markað, þar sem við þekkjum ekkert til í raun og veru. Og við bara keyrum á þetta, þeir fara út stjórnin tvisar og fær Björn Björnsson stórkaupmann sem er Björnsbakarís Björn og flutti inn fyrstu cappuccino-vélina, fá hann er búsettur í London til þess að útvega sér húsnæði. Og hann finnur þetta húsnæði í mjög prestige hverfi. Þetta er á Regent Street. Þetta er Lower Regent Street. Lower Regent Street. En algjörlega glataður staður. Já, er það. Þannig að deyr allt eftir 5 á daginn. Þannig Okay. að staðurinn var Já. vonlaus. Já, Fyrstileikur Hvíts er að leigja húsnæði á þessum stað til 14 ára óuppsegjanlegt. Já. Og þá ertu komið með vonlaust húsnæði og svo að þetta er að vera byggja upp rekstur. Þannig að koma inn á markað sem við þekkjum ekki neitt með veitingahús sem okkur finnst vera frábær sem er Naustið. Og er með þorramat og kjúklingi í körfu og allt. Þannig að þetta eru mistökin sem við erum að gera þarna. Og þegar við tengjum þetta svo saman við svo margt annað, eins og útrásina seinna til Lundúna, sérstaklega, eða London, að þá sjáum við nákvæmlega það sama. Við komum inn á markað sem við þekkjum ekki neitt og skítöpum. En þetta átti að vera hvað, lambakjöt þarna og þessi íslenski matur þarna og svo fagrar norrænar stúlkur sem að gengi bein, er það ekki? Já, og voru vel að sér í sögu og gáttu sagt gest og frætt gesti staðarins sögu landsins. Og þetta er náttúrulega, þetta er auðvitað líka mynd sjálfsmynd okkar. Hvernig við lítum á okkur. Og það er þetta einstaka og auðvitað, maður horfir yfir matseðilinn, lambakótilettirnir voru flottar og humarinn frábær. En þetta er ekkert einstakt. Og við erum ekkert einstök. En þannig hins vegar bara keyrt á þetta og með mynd af Surtsey innst í staðnum og ljósapera á bakvið, þannig að við sjáum eldur og ís þemað og flottur staður, fallega hannaður. En algjörlega rekstralega vonlaus dæmi frá upphafi. Og hvernig fór þetta svo? Þetta fór frekar hörmulega, má segja. Þetta opnar með bravúr og þetta eru ungar stúlkur sem eru þarna að ganga beina, þetta er ungt starfsfólk. Og Sólveig hefur einmitt, og það hefur ekki verið alveg svona óumdeilt, ég veit að margar starfsstúlkurnar eru ekkert alveg sammála því, en þær eru bara eins og dúkkur í raun og veru. Sætar og í þessum sérsaumuðu þjóðbúningum. Og þetta sérsaumaði þjóðbúningar? Sérsaumaði þjóðbúningar, Dilli Ármanns hannaði þá. Voru þeir eitthvað meira eggjandi? Já, þetta var svona, það var búið að pilsin voru svona aðeins styttri og órans svunta og svoleiðis. Þannig að þær eru í raun og veru svona tromp staðarins og það stendur í öllum gögnum. Og það sem er svo merkilegt við þessa kannski rannsókn Sólveigar er að þetta eru frumheimildir. Við sjáum í þessari mynd inn í skjalasafnið sem er staður sem við komumst allir jafn ekki á. Og jáfnvel þótt við fengjum að fara inn á skjalasafn ríkisins, þá myndum við aldrei vita hvar við ættum að leita. Og þetta er það sem Sólveig í raun og veru finnur og finnur til og þegar maður les á söguna hvað það var sem gerðist síðan er að það er tap frá fyrsta degi. Og svo er bara tap áfram, Halldór Gröndal er fram undir áramót 66-67 og þá tekum við annar kafli sem er kanadískur ævintýramaður sem að svona hálfpartinn svona lífur sig greinlega inn á stjórnina og hann er ráðinn til þess að taka við þessu. Og það er algjör hörmung. Og í raun og veru endar þetta þannig að það er fulltrúr fjármálaráðuneytisins sem skrifa skýrslu þetta og sem er skjalfest og allt og hann er viðtal við hann í myndinni þar sem hann lýsir þessu og þá er þetta náttúrulega komið á þann stað að það eru konundar á næsta borð þeirra kvart yfir því að það sé ekki til kartöflur og það er allt í klessu og svo bara partí eftir lokun sem að rekstraraðilinn sér Og svo er kokkurinn indverskur og það eru franska kartöflur með hangikjötinu. Þetta er allt í tómri vitleysu þannig að
síðan er henni verið að gera stjórnin þar sem að kannski er hennar ábyrgð að hún leigir reksturinn áfram, tekst að semja við Angus Steakhouse, koma þessi þangað yfir og það er svona kannski loka hlutin af myndinni og sögunni að ég fer mjög nákvæmlega í hvernig þetta er gert upp og það er engar forvitilegt, þannig að þetta eru handskrifuð gögn sem segja það að við fáum að gera upp þegar við borgum inn á lánin til ríkisins 1972 á genginu sem var 1965 og hver tapar á því. Þannig að þetta er stóra sagan sem ég er svolítið að horfa á í þessari mynd og segja frá og þörf, tenging við þennan nútíma, ég nefndi þarna útrásina til London og annað, ég nefndi líka bara fleiri svona opinbera rekstrarform eins og íbúðalánasjóður sem eru með business model sem á ekki að vera hægt að tapa á og við erum að skutla inn í þetta núna 60 milljörðum aftur og hver ber ábyrgð á því? Þannig að þegar ríkið er þátttakandi í rekstri að þá er eitthvað svona, það er óskaplega lítið tilfinningalegt svigrúm. Það er enginn að hugsa hagsmuni ríkisins eða okkar. Og það er held ég það sem er svona, og ég oft þegar ég var að klippa þessa mynd og svona, fekk smá gæsahúð yfir þessu fullkomlega tilfinningaleysi gagnvart okkar hagsmunum, við sem eigum þetta. Og við áttum þennan stað í raun og veru að stórum hluta, en það var ekki mikið verið að hugsa hvort að við varum að tapa á þessu eða græða á þessu. Þetta er skemmtileg saga og bara vonandi að fólk geti séð þessa mynd hjá þér. Já, þetta er sko, hún var sýnd þarna á Stöð 2 á páskadag og síðan var við Bíó Paradís á fimmtudag og síðan er ég með bara á síðunni minni torsteinnj.is að þá bara getur fólk sendt mér póstu, við getum sendt inn link eða disk eða hvernig það nú er og ég held þetta sé, þessi mynd er dúndur flott, Bjarni Felix Bjarnason tekur hana, hún er hógvær í frásagnarhætti en stíllinn á henni er mjög aggressífur og þetta er hún er bullandi pólitísk og ég held við ættum að horfa á hana. Takk fyrir Þorsteinn. Takk kærlega fyrir í dag eins og ég segi þá fórst það fyrir, ég sýndi viðtalið við hana Andri Babbins, ég var búinn að boða þarna en það verður þá á dagskrá í næsta þætti eftir viku. Takk fyrir að horfa, nú er bara að gera njóta góða viðursins.